hneykslaður. Ok. Byrjum bara á þessu. Ég var beðinn að kynna hérna aðeins Rekko og nú ég ekki sölumaður á Rekko og ég ekki mestu sérfræðingurinn en ég samt svona, ég drakk svolítið kúleiti þegar ég kynntist þessu og finnst þetta alveg frábær græja. Ég man þegar ég var að byrja í þessu bransa þá var talað þetta væri rosalega stór og flókin og klunnaleg græja og virkaði ekki sérlega vel en svo eftir að hafa kynnst þessu, eftir að þegar björgunarsveitirnar fóru að skoða þetta aftur og fóru að panta þetta, þá var flugbarnir, skátt í Garðabæ og björgunarsveitir á Neskaupstað, að þá sá ég hvað þetta var orðið einfalt og sniðugt. Og í dag þetta bara svona lítil græja, kemur í svona poka og þetta Rekko, þetta fyrirtæki í Svíþjóð, maður leigir tækið hjá þeim í 5 ár. Þetta allavega fyrir skíðasvæðið þá var það 2500 evrur, sem gerir 500 evrur á ári, sem má eiginlega segja sé kostnaður á við 1 snjóflóðheili að eiga þessa græju. Það eru kostur og gallar við þetta. Þetta ekki einhver svona persónulegur búnaður, en að mínu mati ætti þetta að vera á öllum skíðasvæðum og öllum björgunarsveitum sem eru á einhvers konar áhættusvæðum. Því að það sem hræðir mig við að koma að snjóflóði að þurfa að leita með stöng. Þegar setjum stangalínur sem tekur bara endalaust tíma ef þú hefur enga aðra vísbendingu. Ef það engin vísbending á yfirborðinu, einstaklingurinn ekki með íli og það ekki hundur, að þá þetta svona eina úrræði sem höfum, annað en það að setja bara upp langa tíma fyrir eitthvað stangaleitarlínu. Og nú þjálfa ég hunda líka og finnst þeir líka alveg frábært tól, en ég veit að það kostnaðarsamt, það meira kostnaðarsamt og það mjög meiri tími sem fer í þjálfun á hund. Og hundurinn sé eflaust betri í flestum kringumstæðum, þá þetta ótrúlega öflugt tæki. Þetta byggir á því að þetta bara svona radar sem sendir frá sér bylgjur og Rekko flagan svona bara lítill risastór sem færir inn orkuna frá þessu radar og byrjar að víbra og sendir merkið tilbaka og það það sem tækið nemur. Það bara pingu lítil flaga. Ég veit ekki, þetta maður kaupir á, þetta til að hengja á bakpoka. Þetta í skíðaklossunum mínum, þetta til að líma á hjálm og þetta saumað í mörg föt. Og ég veit að það búið að vera þetta og í henni stóra heimi verið að predika fyrir því að sauma þetta í fleiri og fleiri föt. Til dæmis eins og það verið Vilgat, þetta frægasti ísklefur í heimi, hann búinn að vera að predika fyrir því að setja þetta í meira svona alpinistaföt af því að það hafa verið nokkur slys á mjög góðum og frægum klifurum, eða banaslys, þar sem hefur tekið mjög langa tíma að finna þá. Þannig að fleiri og fleiri að predika fyrir því að sauma þetta í föt. Þetta nú þegar mjög mikið að skíða þarna. Það kemur aldrei í staðinn fyrir íli, fyrir atvinnufólk, fyrir björgunarfólk og eða það sem að stunda útivist í snjóflóðalandslagi, það að segja gjarnaskeiðafólk og vélstæðafólk, svona helst. En svona til þess að geta leitað almúganum eða ef ílirinn virkar ekki á skíðasvæðum eða á þessum áhættusvæðum, það að segja bæjarfélög með snjóflóðahættu annað í bænum eða í sínu bakari, þá finnst mér þetta tæki vera mest fyrir þann fólk. Með mér hann Steini, Þorsteinn Tryggvi Másson, sem líka leiðbeinandi frá Rekko. Fyrst og fremst til að þjálfa björgunarsveitarfólkið. Eitthvað sem þú bæta við? Nei, þú bara að finnst eitthvað bara dregning á þessu. Já, segja byggjum. Sem svona í kringum 20 metra, hún takmarkast getur farin yfir 2 metra ef það sé mjög mikið vatn. Þetta ræðst af vatni hversu blautur snjórinn og annað. Þannig að við séum meðvituð það þegar við leita. Líka ef þú liggur ofan á sendinum og það næri ekki eins vel í gegnum líkamann og næri gegnum snjó. Þannig að við erum með þjálfunardisk og ef Steini kemur svona fyrir og þá erum við að prófa að setja í skaflinu og við tökum bara stutta leit. Þannig að við skoðum aðeins tækið. Kemur bara svona og maður tekur það svona út, opnar þetta og þetta svona reflektorinn og það bara on-off takki á því, það kveikja á því og allt, það bara, ef það eru 2 tæki að leita á sama tíma, þá veit maður að hitt tæki sé ekki. Ármann Steini, hinkrið aðeins, það allt í einu byrjaði slideshowið að ganga fyrir fyrstu hjálpakennsluna sem á að vera eftir. Já, má ég tala með hana?
komið hjá þér, komið aftur. Ok. Já, þetta sem sagt bara on-off-taki. Allt bara ef það eru 2 taki að leita og svo 4, 5, 7. Þetta tíðnin á snjóflóðaýli, þannig að það svona analóg leitarstilling líka fyrir ýlinn. Bara svona til að finna ef það ýlir í svæðinu. En auðvitað náttúrulega 3 lóknunda digital ýli mun betri í að leita. Þetta viðkvæmt. Það ég sá hérna sýnidæmi hjá Rekko sem í Svíþjóð að hann gæti leitað að bara bíllykli bara með því að vera hér. Þetta pínu list, því maður þarf að snúa þessu svona á alls konar kanta til að finna besta merkið. Og það finnur líka skuggamerki aftur á bak til hliðar. Þannig að maður þarf aðeins að æfa sig á þetta og leika sig með þetta. Og það líka að passa að maður sé ekki að senda neitt sjálfur. Ég get ekki verið í skíðaklúsunum mínum með rekkoflugu ef ég að leita. Þannig að það svona, tekur maður svona ákveðið self-check á sjálfum sér. Þannig að við prófum þetta bara á Nú þetta hæstastig og það bara pluss og mínustekki hérna. Það lofa stöðugt ljósstafan hæsta og svo lækkar maður bara ef merkið orðið og veikt. Og ef maður fer alveg hérna niður, svona aðeins upp, þá get ég með heyrnartólinn á mér á lægsta, á minnsta styrk og þá finnur það heyrnartólinn. Annars var ég búinn að taka þetta af mér, ég kannski tekið af mér. Og það líka það eitthvað. Það greinilega höfuð á mér að senda eitthvað smá. Þá ég búinn að tékka sjálfum mig og það líka til svona vestli sem mjög sniðugt að kaupa sem við erum ekki með hérna. Sem að fer í, sem að skýlir sjálfum sér. Þannig að núna tækið á hæsta styrk og ef ég fer og leita svolítið svona að leita með vasaljósi. Það að hugsa að maður sé með ljósgeisla hérna framan á sem að leita að endurkastinu. Þetta í þessa átt stefnmerki. Og það mjög sterkt og lækka ég aðeins. Og það næmara. Og þessu gömlu analóg bílarnir. Sjáu, það alveg mjög skýrt. Það að gefa bara hérna ákveðna stefnu sem sterkt þetta merkið. Finn ég hérna æfingarskjöldin í snjónum. Meira ætla ég ekki að fjalla það, ekki bara hlaupa inn. Það eitthvað unnvesta fljóðskan hjá okkur. Takk fyrir þetta, Ármann. Þetta var stutt og laggott, en einhverjar spurningar til hans varðandi rekkotækin? Ég ætla ekki að hafa þetta langt, bara rétt svo leyfa ykkur að sjá þetta svona í aksjón. Fórstu og galla og hvernig þetta virkar? Já, þetta er mjög gagnlegt. Herri, það komin spurning úr sal. Hvað segir Þóra? Ég bara velta fyrir mér svona tæki eins og ef þú ert með úr eða eitthvað slíkt, myndi það trufla mikið? Þarf það að strippa þig alveg á þannig að ferða leita með þessu? Úr, já, það getur gefið merki. Sími, já, ég mæli með hana gula vestinu fyrir Rekko. Það mjög sniðugt, það svona skýlir líkamanum. En já, þetta nefnt fyrir alls konar hlutum. Þetta langnæmast fyrir Rekko-flugunum. Það kostur því að fólk eru ofta að finnast bara af því að það með síma á sér eða höfuljós eða svona ótrúlegustu hlutir sem þetta að gefa merki frá. Það eru til líka hlífar fyrir, ef þú ert í skíðaskóm, þeir eru með í rauninni, ég ætla ekki að segja eins og álhatta, en þeir eru með í rauninni bara hlífarbúnað fyrir, ef þú ert í skóm með flugu, ef þú ert í buxum með flugu, eins vestin sem Ármann var að tala um, þannig að menn eru bara mjög meðvitaðir þetta hjá Rekko. Og þetta þurfum við að vera meðvituð þegar við erum að panta þetta og eigum þetta, að nota allan þennan hlífarbúnað
til þess að bara hámarka í rauninni leitagetu tækisins. Það skiptir mjög miklu máli. Þetta bara einnota þá? Afbyrjum Hlíðarfjalli, Garðabæ, Kópavogi, Selfossi, Neskaupstað, svo ég viti. Vonandi, ég veit að skíðasvæði Skarðsdal og Seyðisfirði og Oddsskarði og sýndi mjög mikið áhuga á þetta tæki. Hveragerði, Hjálparsveit skátaði Hveragerði með tæki í pöntun. Þeir náttúrulega eru með hamarinn þar og hafa fengið snjóflóð og þar fólk að finnst þeim í útivist og ekki þá með íla eða neitt á sér sem að hefur grafist, þannig að fyrir þá var þetta bara, það sagði sig eiginlega sjálft eftir atvik sem var þar fyrir 3 árum síðan. Hulda, til þess að svara spurningunni þinni, hlífðarfatnaðurinn og hlífðar ekki einnota. Þetta sérstaklega búið til með álfilmu sem þú getur farið í aftur og aftur. Okay. En þetta sem Ármann sýndi, það var svona virkaði bara eins og þetta væri svona eitthvað einnota dót. En já, það eiginlega svona. Ekki ennþá að nota þetta. Þetta er nota. Geggjað. Þessi er sérstaklega til þess að líma yfir rekk og flugu sem er í fötunum hjá þér og tekur þennan límið og límir hann yfir rekk og fluguna. Þannig að þá þetta vesti sem eru með álfilmu innan og þetta er bara eins og að klæða sig í hvert annað vesti. Gaman að heyra hvað líka margar sveitir og margir staðir komnir með rekkutæki. Því mann bara fyrir nokkrum árum voru þetta bara teljandi á fingrum annarar handar. Þannig að það er ekki. Mér langar að spyrja með snjóflóða ílinn, ef þú ert með hann á þér. Truflar hann? Það er ekki, já, ef þú ert með sjálfur með ílið á þér. Já, hann getur truflað. Og sérstaklega þú ert með stilt á 457 líka, þannig að þú skynjar líka íla. En þess vegna er mitt vestið góður kostur að vera yfir eða þú ert með ílinn á brjóstkassinu. Akkurat, en hvernig kemur það þá út? Hann truflar bara að svipa á sími og lyklar. Hvað, fyrir ekki, ég brendur þetta ekki? Ég segi, ef þú ert síðan í vestinu og lendur svo sjálfur í snjóflóði? Ég veit ekki til þess að vesti trufli merki frá ílinn. Þegar ílinn er að senda aktíft, á meðan þetta er að kasta frá þér radarmerki og fá passíft tilbaka. Já, það hlýtur að vera þannig. Það var það sem ég var að fá. Takk. Einfalda leiðin með ílinn til þess að hann sé ekki að trufla þegar þú ert að leit, að þá tekur hann úr hulstrinu og þú setur hann raunverulega aftan á baki á þér. Af því að einkenni tækisins er að það takmarkast við vatnsleit, þannig að eftir því sem að meira vatnsinnihald þá dregur það styttra gegn, þannig að allt það sem þú verður að vera með á þér, eins og til dæmis íli við leitina, að þá hefur hann á jólinni aftar á bakinu. Fyrirgefið þið strákar að ég hafi komið með þetta inn í. Nei, ég bara kann mjög mikið leita þess þetta. Glæsilegt. Er einhverjar fleiri spurningar? Nei, sýnist ekki. Þá bara getum við haldið áfram í næsta. Takk fyrir þetta, Ármann, kærlega.